Jæja, góðan daginn, góður áhorfendur. Við erum hér í Sigurhöllinni á leik í þriðjaflokki kvenna, úrslitaleik Íslandsmeistaratitilinn. Seinni hálfleikur er að hefjast og staðan er 15-10 fyrir Haugum. Haukar eru handhafar allra titla í vetur, deildar- og bikarmeistarar, eru ríkjandi Íslandsmeistarar í þriðjaflokki og mér sýnist svona allt á öllu nema að fylkisliðið hafi fengið einhverja þrumuræðu yfir sig í hálfleik að Haukarnir muni halda þeim titli. Aftur á móti var þetta mjög vel spilað. Vera Pálsdóttir með sitt 5. mark. Þannig að mjög vel spilað. Minkarnir í 4, lykilatriði, en þær verða að stoppa hérna sóknarleik Hauka. Díana Sigmars kom inn á svona miðjan fyrir hálfleik, búin að skora 5 mörk og heldur áfram. Er komin með 6 mörk. Þær verða að sækja hann út ef að þær ætla ekki að láta hana bara að raða inn mörkunum og klára þetta. Wow, 2 mínútna brottvísun. Það var klaufalegt hjá Gunnhildi. En svona er þetta. Nú verða Haukarnir að bæta í vörnina. Það var aðeins og bráð að sækja því að út. Þetta getur alltaf komið fyrir. Fylkir stillir upp. Fríkast. Voru heppnar þarna. Þetta var ódýrt fríkast hans mér. Ragnar greip ekki boltan þarna á línunni. Hildur leysir inn aftur. Hvað gera þær núna? Hún er bara ekki að grípa. Það er lykilatriði að þurfa að grípa þessa bolta. Jæja, Haukarnir koma í sókn, manni færri. Hvað gera þær núna? Díana Sigmars á miðjunni, Viktoría Áróri í hægra horninu, ávæntanlega að leysa, gerir það. Heppnar þarna. Nú verður þær að fara að gera eitthvað. Þetta var nú skrítið. Jæja, hefði dæmt fríkast þarna, hún hélt inni. Hvað ætlar hann að gera? Ætlar hann sjálf allar? Nei, klaufalegt. Alveg vonlaus sendingarn út í hornið. Eftir sendinguna fær hún högg. Ef að fylkisliðið ætlar að ná þessu, þá verða þær að spila vel þegar þær eru fleiri. Það er alveg nokkuð ljóst. Þetta er allt of dýrkeypt. Ólöf Kristín er staðinu. Jæja, það eru 48 sekúndur í Gunnhildi aftur inn. 16-11. Áróra fer inn á línuna núna. Nú spila þær bara breytt. Smá svona hugg á þessu. Þurfa að fá fríkast bara, spila langa sókn. Og Díana heldur áfram að skjóta og í skrefinu, í gólfið. Markmaðurinn verður að setjast á þetta. Kemur Gunnhildur inn. Hildur lætur brjóta á sér og stilla svo upp. Tinna með góða vörslu. 7. skotið hennar í dag. Þar af 3 víti. Guðrún Gía með 5. skotið sitt.
Ólöf upp. Tinna vel. Númer 25, Tinna Húnbjörn. Boltinn út af. Fylgir á innkast, 4 mínútur búnar á seinni hálfleik. Vel gert, þetta var vel spilað. Já, gott mark. Númer 5, Arna Ösp Gunnarsdóttir. með sitt fyrsta mark. 17-12. Skref hérna af Gunnhildi, fekk ekki klára. Vel spilað. Óheppin með skoti. Lína. Leikmaður númer 4. Margrét Svansdóttir komin. Léleg sending frá Hildi út í hornið. Næra bjarga sem vera. Þarna var hún óheppin að fá ekki að klára. Þetta tækt að vera skref. Gunnhildur að leysta vel núna, stígur vel út á móti Þíu. Kemur hik á þetta. Það er að stoppa þetta ágætlega núna. Hildur Karen að reyna að brjótast hérna í gegn. Gekk ekki. Hendi komin upp. Fylkislið verður að skjóta. Verða reyla bara að stilla upp. Reka Haukan aftur á línu, já. Þrumar í slána. Þía, óheppin. Vel spilað, vel varið. Mjög vel spilað. Gunnhildur fer á vítalínuna. Móti Guðrún Gíu. Og skorar. Númer 27, Hauka, Gunnhildur Ketilsdóttir. 18-12, 7 mínútur búnar af seinni hálfleik. Þetta verður erfiðara og erfiðara fyrir Fylki. Jæja, þetta getur hún, Hildur Karen. Það átti að vera búin að þessu löngu fyrr. 5 mörk, 18-13. Viktoría á að fara þarna inn. Alveg nógu stórt hótt og getur alveg skorað úr þessu. Og Díana Sigmars heldur áfram að raða inn Númer 21, Díana Sigmarsdóttir. 8. marki hennar í dag.
aftur lyftir Hildur Karen sér upp. Hildur Karen Jóhannsdóttir. Og Díana Sigurðs heldur áfram og sér högg í andlitið. Díana Sigmarsdóttir. 9. markið sitt í leiknum í dag. Verðist nú vera sárkvalinn. Halldór notar tækifærið og lesir við sínum leikmönnum. Við vonum að þetta sé nú ekki alvarlegt. Það fengi hérna högg. Ég verði gott klapp. Já, hún stendur upp. Tuttugu 14, 9 mínútur búnar úr seinni hálfleik. Haukarnir með talsverða forystu. Línumæðurinn er leyst inn, já, nú fer hann út í að taka 2. Hann ætlar að hleypa leiknum eitthvað upp greinilega. Og þær fá færi. Ragnar skýtur í stöng að slá. Þær koma fleygiferðu. Vel, góð hreyfing. Arna Öst. Nei, Hildur Karen segir í sitt 3. marki í seinni hálfleik. Öll mörkin í seinni hálfleik, það skiptir svolítið máli. 20-15, 20 mínútur eftir, það getur í rauninni allt gerst. Nú fer hann og hleypur leiknum upp, tekur 2 umferð. Sú sem er búin að skora mest fyrir Hauka er á bekknum, Díana Sigmars. Fekk högg í andlitið, en mér sýnist hún nú verða klár. Það getur skipt miklu máli fyrir Haukana ef hann ætlar að fara að hleypa þessu. Sjöfn keyrir sig í gegn. Guðrún Gía ver. Já, Díana kemur inn núna hérna. Guðrún Gía ver aftur. Skotra á Viktoríu. Það er alltaf greinilega að hlaupa þessu eitthvað upp. Hildur með mark. Hildur Björnsdóttir. Það eru búin að minnka þetta niður í 4 mörk. 90 mínútur eftir. Það er spurning hvernig þetta gangi núna. Nú er Díana komin inn á, hann tekur hann úr umferð. Leifir Magne og Viktoríu og Sjöfn að vera á Árun og Línu. Rauningur. Nú er það aðeins að flýta sér mikið Haukastjarnar. Þurfa að nota breiddina á vellinum betur og gera það skynsamlega. Með ekki hlaupa Fylki aftur inn í leikinn. Á samanskapi er Fylkir að spila þetta vel. Kemur léleg sending niður í horn. Vera stelu boltanum aftur, mjög vel gert. Ef það skora núna, þá getur ýmislegt gerst. Góð vörn. Vel gripið hann á Hildi, góð sending frá Hildi Karen á Hildi.
Jæja, hvað gera þær núna? Og Gunnhildur að fara út af. Ég er ekki sammála þér, Egill Aron. Þetta var ekki rétt. En hún fiskaði þetta vel. En þetta getur skipt svolítið máli. Ef að þær sækja aftur á Gunnhildi og hún fær aðra 2 mínútna brottvísun sem þá er það rautt spjald. Þær yrðu að vera skynsamar að gera það. Nú verður fylkisliðið að nýta þetta að vera fleiri. Það hafa ekki gert það neitt svakalega vel. Og aftur klikka þær. Þetta er klaufalegt. Þetta er klaufalegt að horfa á því, en ég verð bara að segja það. Já, þetta er ekki alveg nógu gott. Það er verið að nýta þetta betur að vera fleiri. Missir boltan, passa. Þannig hefði hún átt ekkert að brjóta. Leyfin að vera í vandræðamann í horninu. Viktoría og Díana Sigmars teknar. Það voru þær heppnar. Sjöfn með skot, fríkast. Það er að stilla upp, gefa sér tíma. Lykilvæsla. Hún hefði nú getað að fara inn og þröngu færið hana. Stærra færi, segi ég. Og hún sækir beint á þær og skorar. Þetta var mjög einkennilegt mark, en móti mjög vel gert. Þau eru eitthvað að fengja hérna högg, hún fékk högg líka áðan. Þeir skipta aftur vinstri hornamann haugarnir og setja Söndru inn á. Já, fylkiskonur eru nú aðeins búin að taka við sér núna undanfarnar mínútur. Já, það eru búin að færa þetta úr 6 mörkum í 3. Já. Gæti hleypt inn í spennu í loftið, það er bara gaman að því. Já, já. Jæja, það er ennþá 30 sekúndur í mannin. Fylkisliðið verður að standa á þessa vörn. Lína. Númer 1, Guðrún Día Georgsdóttir. Þarna verður hún að fara í gegn. Og sendir boltan. Og mark. Arna Ösp. Nú er Harri eitthvað að setur Árur inn og Díana Sigmars. Þær halda áfram að taka 2. Nú þurfa bara haugarnir að stilla upp og vera skipulagðar. Víti, vel gert. Þær megi ekki vera með línumannin í fanginu, þær verða að vinna út fyrir hana. Gunnhildur fer á vítalínuna, lykilatriði að skora úr þessu víti. Og hún gerir það. Heldur þessu í 3 mörkum. Góð sending, góð heppin. Halldór búinn að kalla inn kerfi og aftur boltinn á Lilju. Tinna Ver. Númer 25 í Hauka, Tinna Hugbjörg. Skilur hún eftir hornið. Ragnheiður Ragnars gleymir að skipta. Harri ekki alveg sáttur með þetta. Hann vil halda Dín út af. Þetta geti kostað aukakast.
bara að gefa sér tíma. Gunnhildur upp, Gíaver. Númer 1 fyrir Fylkis, Guðrún Tíasdóttir að sig. Góð vörn. Kemur Hildur Karin inn á með skilaboð. Tinna Ver. Fía góð í því að stökkva upp og skjóta. Það eru 2 mínútur. Það alltaf verið að brjála í Fylkisstúkunni, segir. Viktoría stóði boltanum og stoppaði. Þetta á ekki að gera. Rúma 13 mínútur eftir, stað 21-18. Fylkisliðið vaknaði allt í einu þarna í seinni hálfleik. Verður hún að fara hérna inn og Tinna Ver. Það var góð varsla. 10. boltinn á Tinnu í dag var inn. Hún verður bara að fara á krafti. Aftur Verún. Nú er Tinna að halda þeim inn í leiknum. Haukastefnurnar aftur, 2 færri. Það getur verið erfitt. Haukastefnurnar 2 færri segi ég. Fylkir heldur áfram að taka 2 umferð. Jæja. Hendin hlýtur að fara upp mjög fljótlega. Og hendin strax upp, þar að taka skot. Sjöfn gerir það. Framhjá. Fylkisliðið kemur á fleyferð upp. Nei, það. Þetta var ekki rétt, held ég. Mjög einkennilegu dómur. Það eru 44 sekúndur ennþá í manninn hjá Haukum. Nú kemur Gunnhildur. Sjöfn notar reynsluna á þetta. Hefði mátt gefa sér aðeins meiri tíma. Og ná boltanum næstu því. Og Díana Sigmars heldur áfram. Ef hún sleppur þá er hún búin að skora. 10. markið. Þær keyra upp. Það ná ekki að setja áður en leikmaðurinn kemur inn. Hún er að koma inn núna. Góð vörn í Haukunum. Já, og Tinna Ver. Finnst alltaf svo einkennilegt í þessum kvennabolta hvað vinstri hornamenni vilja sækja langt inn á völlin í staðinn fyrir að nota breiddina. Gerir þetta auðveldara fyrir leikmennina við hliðina á eða bara fara inn sjálfar. Þarna og inn. Vantar aðeins trúna hjá henni að geta skorað úr þessu færi. Henni Söndru. Hildur, góða vörn. Leikurinn hefur aðeins breyst eftir að byrja að taka á umferð en ég held að Haukarnir séu með aðeins svo mikið reynslulið til að tapa á því. Þetta sýndi Viktoría það. Og vörnin Ver og Tinna tekur þetta. Þannig
Þannig að þær eru konar með þetta aftur, 10 mínútur eftir og konar með þetta aftur upp í 5 mörk. Nei. Ég held nú að Haukarnir séu búin að stilla sig af. Þetta var nú einkennilegt fríkast. Gaf eiginlega inn í punktalínu á línumanni. Jæja, Gunnhildur kemur. Sjöfn með sitt fyrsta mark í leiknum og mjög mikilvægt mark. Kemur Haukunum aftur upp í 6 mörk. Tinna Ver. Tinna Hugbjörn. Hún mætt í horni, hún að lesa þetta. Já, já. Þetta bara alveg. Það þarf mikið að gerast til að Haukarnir taki þetta ekki. Rúmar 8 mínútur eftir. Það eru að spila bara langar sóknir og nota breiddina. Óöfinn sending. Þú verður að keyra. Það verður að nota allt til að keyra. Lilja fremst og skora. 5 mörk, 24-19. 7,5 mínúti eftir. Fín hreyfing á Viktoríu, en skotið í stöngina. Síðan náttúrulega erfitt fyrir kannski Fylkisliðið að vera að elta allan leikinn. Vantar smá klókindi hjá Fylkisliðinu. Þær hefðu átt að sækja meira á Gunnhildi. Gunnhildur með 2 og 2 að þeir geta skipt svolítið máli. Og Tinna Ver. 15. boltinn hjá Tinnu í dag. Góð hreyfing, vítakast. Annar dómari dæmi fríkast og hinn vítakast. En þá er spurning, hver ætlar að vítalínuna hjá Fylki? Þær hafa klikkað á 3 vítum í dag. Vera kemur á vítalínuna og skora. 7. markið hennar í dag. 24-20, 6 mínútur eftir. Og svo fín vörn. Hefði vilja sjá Haukana nota breiddina betur. Það koma allt á þarna. Og svo núna. Herru, var ekki farið í hana þarna. Sýndist það. Ja, Fylkisliðið kemur keyrandi upp. Og Tinna Ver. Nummer 25, Tinna Hugbjörn. Tinna búin að loka markinu.
Áróra fær boltan og þetta hlýtur að vera vítakast. Þetta er góð stelpa, kemur frá Aftureldingu. Fædd 1995. Er mjög góð á framtíðina fyrir sér. Gunnhildur á vítalínunni og skorar. Já, það má segja að Gunnhildur hafi verið kannski að tryggja þeim svona sigurinn og ég vil spara stór orðin. Já, ég held að þetta leikið sé með of seint tekið. 5 mörk. Og 5 mínútur eftir. Já, en Haukarnir eru bara betri. Á ég ekki það? Leiklið er búið, 4:15 eftir, 25-20. Mín trú er samt svo að þetta sé komið á Haukunum. Þær þurfa að vera ansi seigar fylkisdömur ef þær ætla að ná þessu. Heldur ekki taka langar sóknir og Tinna ver. Hún er algjörlega að halda þeim inn í leikinn, búin að taka 3 víti í dag og 17 bolta. Þessi sókn er allt of löng til að ætla að ná þessu en endar með góðu skoti. Lilja Gylfadóttir sitt 3. mark í leiknum. Bara eiga Haukarnir að spila langa sókn. Tíminn vinnur með Haukunum. Já, já. Ekkert að vera að flýta sér, fá fríköst. Það var baráttum boltan, hefði nú alveg mátt dæma Fylki boltan. Lélegt skotarna á Sjöfn sem að Guðrún G. tekur, ekki að hafa mikið fyrir því. Næstu búin að missa bolta núna. Góð vörn. Góð vörn. Það er ein svona athyglisvert sem ég spáði mynd inn í hálfleik. Af hverju Ásdís Vítalín væri ekkert búin að fara inn á völlin. Hún hlýtur eiginlega að vera bara meitt hjá Fylki. Jæja, 4 mörk og Halldór Harri tekur leikhlé. Mikilvægt fyrir Haukarna að klára leikinn vel. Jæja, það er ekki nema ykkur á 3 mínútur eftir af þessum leik. Ég myndi segja svona besti maður Hauka í leiknum og þeir eru aðalega 2, 3, 4, 5, nei, ég er að djóka. Hérna, svona, svo sem er Tinna Húnbjörg. Hún er með 17 bolta, þar af 3 víti. Mjög mikilvægar vörslur, oft á tíðum. Díana Sigmars kom inn á í miðjum fyrirháleik og er búin að setja 10 slumur. Gunnhildur er með 6 mörk, Áróra 4, Ragnheiður Ragnars og Viktoría með 2 og Sjöfn með 1. Breytir hann og notar breytina og strax kemur mark. Ég hefði viljað sjá þetta fyrr. Haukastelpurnar kunna mjög vel að nota breytina og Ragnheiður, ungur leikmaður, fædd 95,
er samt góð og slútar vel. Hildur Björnsdóttir. En það eru aðeins 2 mínútur eftir og 4 mörk. Ef að Haukarnir eru skynsamir eins og núna að setja bara strax mark. Viktoría með sitt 3. mark. Fylkir þarf alltaf að skora mjög snöggt. Þannig að ég tel þetta að vera mjög hæpið 5 mörk. Má eiginlega segja að Haukar séu Íslandsmeistarar 2012 í 3. flokki kvenna, annað ári í röð. Hildur með gott skot en í stöngina. Þær fara að leysa allan völlin. Þær verða bara að sækja í átt að markinu. Sjöfn fer inn og víti. 2 mínútur. Andrea Þorkelsdóttir 2 mínútur og Sjöfn fiskar víti. Hlýtur Gunnhildur að fara... Nei, hvað gera þær núna? Anna Sólveig kemur inn á. Tekur vítið. Og skorar. Örugt. Já, fínt víti. En Haukarnir eru 7 inn á. Það er enginn sem tekur eftir því. Það eru 7 inn á og enginn sem tekur eftir því. Dómararnir, það eru 7 inn á. Þjálfarinn Fylkir ekki sem taka... Jú, hann tekur eftir því, hann tekur eftir því. Það eru 7 inn á. Búin að spila heil lengi 7 inn á. Dómaraborðið alveg út úr korti. Láta ekki vita. Jó, nú gerir hann einhver athugasemd. 7 inn á. Halldór Harri viðurkennir það. En þær fengu að spila mjög lengi 7 inn á. Og enginn að spá í þetta. Þetta er mjög sérstakt. En Haukarnir eru búin að vinna þetta. Staðan er 28, 22 og 45 sekúndur eftir. Þær eru þá bikarmeistarar, deildarmeistarar og núna Íslandsmeistarar. Annað árið í röð. Og Tinna heldur áfram að verja. Og Lilja nær frákastinu og skorar. Já, herri, býttu. Hún kemur bara á flegi ferð Tinna. Hvað ætlar hún að gera? Og Guðrún Gía ver 5 sekúndur og Hildur endar þetta með góðu marki. Haukarnir Íslandsmeistarar í 3. flokki kvenna. Tinna Úlbjörg með 17 boltavarða. Sjöfn Ragnarsdóttir með 1 mark, Ragnheiður Ragnarsdóttir 3, Áróra Eir 4 mörk, Viktoría 3, Gunnhildur 6, Anna Sólveig 1 og Díana Sigmarsdóttir 10. Í liði Fylkis var Guðrún Gía með 13 boltavarða, Hildur Karen með 3 mörk, Arna Ösp 2, Hildur Björnsdóttir 4, Ólöf Kristín 1, Lilja Gylfadóttir 4, Vera Pálsdóttir 6 og Þía 4. Frábær umgjörð hjá HSÍ og Haukum á þessu degi. Við óskum Haukum til hamingju með Íslandsmeistaratitilinn og ég kveð.
Já, þetta var nú aldeilis skemmtilegt, fannst ykkur ekki? Jú, Haukar, Íslandsmeistara 2012, þetta var, við getum ekki sagt að þetta verið spennandi leikur, það kom spenna í þetta þegar það var svona kortir eftir. Já, og ekki var dónalegt að Haukar unnu hérna og á Schenker Stadium. Við erum að tala þetta er heimavöllur, Schenker höllin, haukar.is. Já, enda með mikið fólk á bakvið sig, þegar þú sér hérna stúkan er tróðfull af Haukavóki. Við erum að tala að stúkan er tróðfull, við erum að tala að Haukar TV er eftir þeim. Já, og sko... Þetta er bara í beinni, gott fólk. Þetta er bara í beinni. Við erum að tala að... Já, en ég verð að gefa Fylki það. Þau eru með marga góða áhorfendur sem komið með hérna frá Árbæ. Það er rétt. Já, þau stóðu sem sveitjur. Já, í blíðu og stríðu, það má segja það. Nú eru það að gefa hljóða ef við erum að gefa Fylki silfurverðlaunin og samt er myndaðalinn beint af Haukum. Já, öllum er saman Fylki. Við erum Haukar TV hérna. Ég tek þetta tilbaka. Siggi, stjórnaði kamerunni. Stjórnaði þessu, helvít. Já, þetta verður dásamleg stund þegar Haukar lyfta bikarnum á heimavelli. Við erum að tala stúlka leiksins, Gunnhildur. Já, það var að Gunnhildur. Þú sér þarna medalíinu. Já, sjáu, þið heyrið. Mér finnst þetta sína hversu mikill andir í fylkisliðinu. Já, og þetta vantaði Haukana. Þið þarna sem eru heima að horfa á þetta í tölvunni, þið eru til skammar. Þið að mæta á völlin. Þá þurfum við ekki verið hérna að lýsa fyrir ykkur, andskotin hafið það. Mér finnst þetta sína frábæran anda í fylkisliðinu að sé að klappa fyrir sínu liði, enda líka hefur liðið ná stórkostlegum árangri í keppninni. Gott silfur, gulli betra. Sagði það ekki einhver? Jú, það sagði einhver. Þessa afsökun notuðum við í mörg ár eftir að við fengum silfur á Ólympíuleikunum. Já, það er rétt. Notum ennþá í dag. Ég meina Frakkland. Hvaða Frakkland? Ég meina, þeir eru bara með gull. Silfrið er betra, halló. Á fálkaorðan. Herðu, ég ætla að beina myndan á Haukum, býta eins. Já, ekki vandamálið. Sjáu þetta. Þetta er gríðarlega fallegt lið. Ég verð að viðurkenna það. Það eru Icelandic top models hana í þessu liði. Þannig að sjáum við Aurora Eir fari medalju, Viktoria Valdimars, Tinna átti mjög góðan leik. Já, í markinu. Já. Hún var eins og járnkona. Hún læsti markinu. Þrjár vítaspyrnur. Hún var sko lyklasmiðurinn, hún læsti markinu. Það getur sagt. Það er rétt hjá þér. Þannig að það er Gunnhildur, 2 medaljur, double. Síðan sjáum við það er verið að setja medaljuna þar. Það er allar skilið fyrir þessu. Það er allar fyllilega skilið. Og síðan fyrir náttúrulega medaljun hálsinn á þjálfarann sem á náttúrulega alveg gríðarlega mikið þátt í þessu. Hann bjó þetta til. Ekki taka það á honum. Þeir eru 3 þarna. Einar Jónsson, Halldór Harri og Jens. Þeir eru allir hana. Ég segi það með þér. Einnig. Takk fyrir túrkið hérna niður. Herri, ég og Andri tökum hérna. Það er bara stúfur. Það er búið að banna okkur að það. Gamli, við erum búin að vera inn í 13 tíma. Ég heldur við taka þetta. Jú. Það er bara hann í kallinu. Þú heyrðir þetta allt. Kemur bara, ég nenni ekki meira. Lætur okkur gera þetta allt. Þannig að allir að fá rósir, allir að fá medaljur. Halldór Harri. Ég meina, hvað halda þessi menn? Herbert og Arnardaði séu? Er músíkin að klikka? Er lagið ekki að fara að kikka inn? Já, lagið er að koma inn núna. Bergur Eli Rúnarsson setur lagið í gang. We are the champions. Sá maður er ennú pínu vafasamur. Heyrið þetta. Sjáu þetta. Bikarinn er að koma. Við látum myndina tala. Já, ekki orð meir. Sjáu þið bylgjuna. Verið með heima í stofu. Verið með. Og hann er farinn. Haukar eru Íslandsmeistarar 2012 í kvennaflokki. Eftir þriðji flokkur kvenna. Þær eru Íslandsmeistarar. Þetta er, ég trú ekki minni megin augum eftir þetta gríðarlega leik. Það kostaði blóð. Það kostaði.